Já, við höldum áfram, nú komin nýjir gestir. Það Sveinn Máni Jóhannsson, sagnfræðingur og Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi. Þú varst nú hérna fyrir viku líka. Já, ég en bara... ætlum við að tala meir Bandaríkin heldur en við komumst yfir eða komumst í almennilega í það mál. En Smári, hvar vilt þú byrja? Já, hugmyndin var bara eiginlega að heyra í þeim og hvort að við værum á þeim tíma að lýðræðið í Bandaríkjunum væri að gefa eftir. Já, það stótt í spjörn. Ég leyfi fræðimanninum að verja. Já, einmitt. Eitt sem ég svona rifja oft upp þegar þessi spurning byrja að koma, því hann hefur borið að koma ansi oft frá árinu 2016. Það kemur til yfir. Nákvæmlega. Og það bók eftir sagnfræðinginn David Runciman sem skrifaði bókina Confidence Trap. Og hann lagði áherslu á það Breti í Oxford Cambridge sem lagði áherslu á það að hverjum tímapunkti hvort þú drepur niður fæti í sérstaklega 20. öld eða 19. öld að þá yfirleitt einhvers konar krísa í lýðræðinu, í umræðinni. Fólk sem tekur þátt í stjórnmálaumræðu upplifir einhvers konar lýðræðiskrísu saman hvort það 7. áratugnum eða 8. áratugnum eða 9. áratugnum og þannig að þetta krísutal alltumlíkjandi í stjórnmálaumræðu í lýðræðisríkjum sérstaklega. Lýðræði tæki til þess að fást við krísu. Já, einmitt. En það þýddi náttúrulega augljóslega ekki hins vegar að það geti ekki verið krísa. Það að segja að það geti ekki verið raunverulega krísur því yfirleitt það geti líka komið alvöru krísur. Og listin væri að greina milli hávaðans eða suðsins og hins raunverulegu krísunar, sko. Og það svolítið hlutur sem við erum inn í dag að reyna átt okkur því hvað suð og hvað raunverulegt, og ég held að allavega suð orðið mjög hátt. Það orðið svona þetta ekki bara á yfirborðinu, þetta og suð skiptir máli, hann segir það ekki, hann ekki að segja að við höfum að reyna að ýta öllu suðinu í burtu þetta geta greint ástandið hann undir, en suð getur haft áhrif. Já, algjörlega. Og annað sem hann leggur áherslu hins vegar að tilfinningi fyrir það að sé krísa eigur svigrúm stjórnvalda til þess að grípa inn í. Já, og þessi hugmyndum að það sé alltaf krísa í lýðræðisríkjum hefur líka alið af sér svona ákveðið kæruleysi gagnvart þeim. Í þeim skilningi að fólk, það er svona hinliðin á deilinum að fólk telur oftar en ekki að lýðræðisríki séu sérstaklega vel til þess fallin að leysa úr þeim. Og þar að leiðandi verið allt í lagi. Og eins og þetta náttúrulega til dæmis Við erum alltaf að hrópa úlfur, svolítið þannig, en líka en svo kemur úlfurinn, en líka það ákveðin trú að kerfi, til dæmis í Bandaríkjunum, hefur alltaf rosa mikið áherslu á það að stofnanaumhverfin mun temja Trump. Það hefði maður fyrst þegar við vorum að ræða þetta, þá var það algengasta fólk segði að við trú á svona innviðum Bandaríkjanna og lýðræðisuppbyggingunni að það væri svona hemlar hér og þar og þetta myndi jafna sig, en maður heyrir fleiri og fleiri sem eru efins það eftir því sem að tíminn líður. Munurinn á fyrra kjörtímabilinu og kjörtímabilinu núna virðist vera í stórum dráttum sá að á fyrra kjörtímabilinu fékk hann til liðs við sig mjög margar svona úr kerfinu, svona establishment fólk, og það eru maður sem ég var að ræða við sem að þekkti vel einn af ráðherrum Trump og sem að sagði að sá hefði farið inn af ákveðinni þekkskyldu af því að vera það þyrfti að vera einhver í herberginu sem að væri svona yfirvegaður og svo framvegis og það ekki núna helsta kríterían hollusta við Trump og hversu vel þú lítur út á Fox News þannig að það svona stóri munur. Það sem mér finnst áhugavert í þegar við höfum talað svona söguna og þessa stóru mynd að reyna með þetta að komast í gegnum suðið og veltaði fyrir sig hvort að við erum hvort að þetta undantekning og hvort þetta eitthvað svona bóla sem að á sér stað núna vegna þess að stuðningur við þessar harlínu hugmyndir sem og þessa aðferðafræði virðist einskorðast við Trump, ekki endilega republikanaflokkin, því að þegar Trump ekki á atkvæðaseðlinum þá gengur þessum sjónarmiðum ver í kosningum
þannig að hvort að þetta sé Trump sé einhver svona úrtaksvilla, ef svo maður segja, undanvillingur eins og við köllum það í aðferðafræðinni, eða hvort að við séum að sjá einhverja beygju í þróuninni og við séum að leiðinni inn í eitthvað annað umhverfi, því við erum alltaf að horfa á einhver 3-4 ári eða mánuði eða eitthvað svoleiðis, en svo þegar maður les söguna þá er maður alltaf að lesa 40 ára tímabil, 100 ára tímabil, 500 ára tímabil og svo framvegis, og við einhvern veginn við erum einhverjir froskar á pönnunni og við vitum ekki hvað er að gerast þannig að það er það sem mér er svona áhugavert að hugsa og pæla í og lesa til hvað er að fara að gera eftir 10 ár. Hver verður frambjóðandi repúblikana næst? Mun hann fá stuðningin sem að fyrir þessum sjónarmiðum ef að repúblikanaflokkurinn fer í svona einangrunar stefnu eins og margir innan hans flokksins vilja, bakka út frá Evrópu, bakka út frá því að bakka út frá stríðum og átökum og svo framvegis, og þá það er svo ofboðsleg og bakka út úr alþjóðakerfinu að það er svo ofboðsleg breyting á því veruleika sem við búið við síðustu 80 árin. Og hlutverki Bandaríkjanna. Já, hlutverki Bandaríkjanna. Það er náttúrulega samt langur aðdragandi má ekki alveg bara til Ronald Reagan að Bandaríkjamenn hafa ekki verið ánægðir með Sameinuðu þjóðirnar. Og allir postar sem ég man eftir hafa gefið skítið Já, en ég meina svona, þú veist bara En þessi spurning, er Trump undantekning eða er í gangi eitthvað sem við mun kannski í sögubókunum verið kallað magabyltingin, mun hún halda áfram? Ég held ekki kosningahegðan í Bandaríkjunum sýnir manni að þú þarft að hafa einhvern eins og Trump á kjörseðlinum til þess að maga geti unnið. Ef að Trump er ekki á kjörseðlinum, þá lendar í vandræðum. Ég veit ekki, ég held fram að síðustu kosningum hafi verið haldið fram að Trump hafi verið undantekning, en ég held að það sé orðið svolítið erfiðar að halda því fram. Og það er vissulega hægt að halda fram hvað gerist þegar Trump er ekki á kjörseðlinum, og það er eina spekulationunum og þá spyr maður verður hann ekki í kjörseðlinum og hver segir það að verði það ekki það er ekki eins og það sé ekki, og bara það að hann sé að ræða það uppátt og við séum að ræða það uppátt, að það náttúrulega segir allt sem segir þar momenti sem við erum í en það er alltaf mér finnst svo hún blossar upp og svo deyr hún niður og svo kemur hún aftur upp og deyr niður Hann selur gestum og gangandi í Hvítahúsinu húfur með Trump 2028. Hann myndi selja húfur 2100 Hann færði það í persónulega vasan Þetta fyrir ekki í kostingasjós En þetta er meira heldur forsætisembættið. Ég meina þeir hafa Hæstarétt. Makarhreyfingin hefur náð tökum á repúblikanaflokknum og þeir eru að herða tök sín í mörgum fylkjum, verja stöðu sína þar. Þannig að sömuleyti er sótt þarna fram á veginn. Það hefur verið að þeir líta þessi nauðsynlegt að gera einhver svona gaggbyltingu í háskólakerfinu, þar sem að einhver hugmyndafræði hafi vaðið uppi, að vísindi og fræði séu raunverulega andstæð þeirra hugmyndum. Þetta sé ekki hlutlaus fræði og vísindi, heldur þetta sé uppkokkuð einhver bara eiginlega áróður sem er rekinn út úr háskólunum. Þeir eru í að reyna að hemja fjölmiðlana og beygja þá undir. Þeir eru með hugmyndur það að til þess að fá sjónvarpsleyfi að þá þurfur að sýna að þú sért með sanngjarna fréttaflutning. Það má ekki vera 97% af bröndurunum séu hvað Trump sé vitlaus. Það verður að vera 50% hvað hann sé klár eða eitthvað. Það er alls konar svona hugmyndir. Og það er bara farið yfir skólakerfið, menntaskólakerfið, þeir lögðu niður menntamálaráðuneytið, með einhverjum stór plönum að breyta menntun í Bandaríkjunum. Þannig að krakkarnir komi ekki út úr skólanum uppfullir af einhverjum kynjafræði eða það að svartir hafi verið kerfisbundið haldið niðri. Þetta má ekki heyrast, ég veit ekki með þróunarkenninguna.
og þar er þetta göttuna, þannig að þessi sko bylting, ef við segjum það, eða þessi ákefð að ná samfélaginu eitthvað undir sig, hún er út allt. Já. Já, það er auðvitað mjög sterkt svona öflugt og það er kannski ekki rétt að kalla skipulögð, en það er auðvitað eitthvað svona planan í gangi dálítið róttækar samfélagsbreytingar í Bandaríkjunum og nota ríkisvaldi til þess. Og við höfum séð það með ef þú hefði spurt mig árið 2020, allavega fram að 7. janúar 2021 eða ekki, að þá hefði ég, var Trump-kjörtímabilið fyrra að verra en til dæmis Bush-kjörtímabilið þegar ég kemur að amerísku lýðræði. Niðurbroti á mannréttindum, uppgangi eftirlitsríkisins, stríðningi hryðjuverkum, Guantanamo Bay. Það er allavega verið erfitt að gera upp úr þar á milli, allavega fyrir mig. En svo kemur 7. janúar flækir þá mynd vissulega. En núna er þetta komið allt annað. Þetta er augljóslega frekar samhæfð árás á mjög margar grunnstoðir þess sem við köllum lýðræðisríki, veikja samfélagið, veikja stofnanir samfélagsins, háskólan alltaf ekki síst sem hafa verið málaður upp sem svona óvinur númer 1. Þessi svona, þegar kemur að því að búa til óvinina þá eru útlendingar, Trump eru útlendingar og transfólk og svo eru háskólanir. Og svo hafa bæst það fjölmiðlar núna. Og þetta er eitthvað sem fólk bara maður heyrir að íhaldsamt fólk í Bandaríkjunum er mjög sjokkarað yfir að því að náttúrulega málfrelsi hefur náttúrulega alltaf verið svona helsta slagorð hins íhaldsama hægris í Bandaríkjunum. Og fyrsta breytingar ákvæðið hefur verið lykilatriði í þeirra málflutningi, en núna sjáum við Trump og makarhreyfinguna fara frekar á mjög ábyrjandi, bara augljóslega mjög skýran hátt í tjáningarfrelsi, og við náttúrulega vorum við erum séð margoft í í Palestínumótmælum og eitthvað svona augljóslega ekki að halda fram að ríki hafi ríkt fullkomið málfrelsi í Bandaríkjunum, en það hefur samt verið svona innan þessa svona pólitíska leitrófs, þar að segja demokratar, republikanar, einhvers konar málfrelsi. En svo þegar hann fer í Kimmel, að þá held ég að svona fólki fara að renna ansi kalt vatn milli skins og hörunds, að þetta er farið að eiga við þetta að útilokanir Trumps eru farin að eiga við líka fyrsta málfrelsi gagnvart demókratum, gagnvart mainstream fólki í Bandaríkjunum, ekki bara einhvers konar þá jaðar fólki, og það held ég að segja svona og þá erum við farin að tala dálítið svona ótta við svolítið grundvallar breytingar á Bandaríkjunum. Það er einmitt svona ákveðin von sem að maður hefur í brjósti, að það gengið svo hart fram og það eru svo mörg mál sem að koma fram sem að bara venjulega, eins og þú segir, íhaldssama fólki ofbýður, og það er ekki bara varðandi Kimmel eða eitthvað annað. Þess heldur líka bara framgangan í útlendingamálum. Ég hlustaði á viðtal og ég sagði frá því einhvers staðar þar sem að bandarískur maður eiginkonans til einhverja 40 ára eða 30 eitthvað ára írskur ríkisborgari hafði búið í Bandaríkjunum síðan hún var 11 ára, amma hafði farið til Írlands og þegar hún var að koma tilbaka þá var hún handtekin vegna þess að hún hafði gefið út innistæðulausan tékka. Ég sagði frá þessu síðast vegna sem við töluðum með gulum með hana og þetta og mörg önnur dæmi þar sem bara er verið að handtaka fólk sem eru eru bara nýtir þjóðfélagsþegnar en hafa kannski gert eitthvað, verið með eitthvað svona misdemeanor eins og það er kallað, svona smábrot, lendi í einhverju smábroti einhver tímann í fyrndinni. Það var í fréttum núna í vikunni að maður sem var yfirmaður skólamála í Iowa í einhverju stórri sýslu þar, hann var handtekinn og sendur úr landi vegna þess að hann hafði var í tæknilega séð var ólöglegur innflytjandi en hafði samt sem aður unnið í kerfinu og var komin augljóslega með kennitölu og var bara nýtur þjóðfélagsþegn og þegar að vegna þess að
Svo getur verið þannig að síðan grafið upp í það að þegar þú komst inn, þá var það gert með ólöglegum hætti. Þannig að raunverulega þegar við erum að hugsa ólöglega innflytjendur, þá teljum við ykkur sem eru bara að lifa underground, en það á alls ekki við það sem verið að snúa sér að. Nei, alls ekki, og ég meina það kom dæmi upp í sumar það sem að maður frá Rómönsku Ameríku var snúinn niður þar sem hann stóð við einhver garðyrkju, 3 af sonum hans höfðu gengt herþjónustu fyrir Bandaríkjaher og það þegar fjölskyldumeðlimur var í Bandaríkjaher að þá veitti fjölskyldunni ákveði svona hvað heitir það, immunity fyrir því að það væri farið í fjölskylduna og þetta hefur verið leið til þess að fá fólk í bandaríska herinn, ungt fólk í bandaríska herinn að það tryggir fjölskyldunni íverurétt í Bandaríkjunum. Það var tekið út og þegar svona dæmi alltaf fleiri og fleiri koma upp og fari fjölmiðla og ekki bara í svona ABC, CNN, MSNBC mainstream miðla sem eru kallaðir eitthvað vinstra megin, heldur líka verið að segja frá þessu á lokal Fox-stöðinni og svo framvegis að þetta það sem að svona bara venjulegu íhaldssemi fólki í eitthvað staðar í Heartland Amerika, eins og kallaði að því ofbýður og það var ekki það sem að þau var að kjósa. Það er ekki hvernig sagt að fólk bregðist við því að við þekkjum í sögun og þess vegna verið að segja fyrst ráðist þeir á hommanna og svo kommanna og þar fyrir götunum og svo komur að þér. Það er vegna þess að þegar það gerist svona hægt og bítandi, þegar verið að sjóða froskinn, að þá bregst almenningur ekki við. Já, en við sjáum samt sem aður í öllum skoðanakönnunum að Trump, óánægja með Trump fer vaxandi, vantrú á lýðræðinu reyndar fer vaxandi og en óánægja með Trump og republikanaflokkin og reyndar líka demokrataflokkin fer vaxandi. Þannig að ég held að pendullinn muni sveiflast alveg til hliðar og það við fáum næst vinstri sinnaðasta forseta Bandaríkjanna í sögunni og það verði einhver úr AOC Bernie Sanders kampinum sem að ef ekki bara AOC sjálf Það er vonandi. En svo því þú þekkir það ykkur. Bandaríkjamenn náttúrulega vanir þessu. Ég meina þeir fóru ekki McCarthyismann og þá var engi sem að rétt upp hönd og reyndi að stoppa það. Talaði að það ekki verið fyrir að hann reyndi að fara inn í herinn að hann fekk svona hörðu viðbrögð. En þar var bara ákveðin svona vilji, svona fasískur vilji hjá almenningi í Bandaríkjunum að ráðast á óvinnin og hann skilgreinir svona róttaka vinstris og óvinnir, það þeir sem að styðja Palestínumenn gegn Ísrael og það Antifa og fleira sem hann ætlar að ráðast á og það eins og í með McCarthy og rauðu hættunni að þá bara allur anskotir skilgreindur þarna inn í hópinn og alls konar fólk sem að verður fyrir barðina þessu til þess að halda því frá kennslu eða áhrifastöðum í samfélaginu. Bandaríkjamenn eru bara nýkomin út úr svona tímabili. Já, ég meina það er náttúrulega hvað er amerískt lýðræði, hvenær var amerískt lýðræði hvenær var það fullkomið, hvenær var það á tíma Andrew Jacksons þegar bara fullmesta karlar máttu kjósa og mesta lýðræði var í þrælaríkjunum eða var það hvenær fær meiri hluti fullorðina Bandaríkjamanna að taka þátt í kosningum eftir 1970. Þetta er Ég er að spyrja vegna þess að hann bara stutt aftur í tíman það sem var, ég meina ekkert svona mikil andstæða með almennings. McCarthyismin brotnaði ekki í andstöðu almennings. Ég meina, en á sama tíma bara víða út af bara rauðu hættunni, ef svo má segja, þessu kaldastríði og ekki bara það heldur líka bara almennt. Það voru stjórnvöld víða heim að gera alls konar hluti sem að við myndum ekki sætt okkur við núna. Þannig að, talandum múgæsingu og ég ætla ekki að fara að bera McCarthyismann saman við COVID-tímabilið, en við gerðum alls konar hluti til dæmis í COVID sem að við eftir á hekja við erum bara svona að býtu alvörunni tókum við þessar ákvarðanir og meira segja
þannig að sko þetta er hættumerki nánast hvenær sem sko þegar við öll verðum sammála eitthvað að það finnst mér vera hættumerki það að það sé eða svona megin þorrin vera sammála eitthvað. Við getum orðað þannig að þegar að sko hættan svona óútfylltur tékki að þá samþykki við að gera stórkostlega hluti. Þú veist að svipta fólk frelsi og það ástand í Bandaríkjunum núna. Trump að gefa út óútfyllta tékka að það sé eiginlega í gangi eiginlega bara árásir á ofbeldi gegn íhaldsmönnum eða frá róttaka vinstri og það verði að hemja þetta því annars missum við samfélagið. Það kemur einmitt þessi viðbröð við morðin á þessum Charlie Kirk. Þegar það svo eitthvað megin svo alda og svo orðaða sem notuð sem einmitt sláandi lík orðaðinni í rauðu hættunni. Það sem er komin út í það að þú ert farin að hægri menn eru orðnir strúktúralistar í þeim skilningi þeir eru farnir að firra einstaklingin ábyrgð á eigin gjörðum og farnir að eigna einhvers konar netverki, orðræðu, hugmyndum sem svo tengd við mjög breytt hugtak sem kallað vinstri og nær eiginlega frá Mitt Romney til marxista og fara að eigna þeim gjörðina, pólitíska verknaðinn og þau komin þangað, þau komin út með þessi vensl og svo bara lest skilgreininguna á hvað tengsl hvað skilyrði þú ert að uppfylla til þess að verða viðfang ofsókna McCarthy að þá náttúrulega eru svona 13 orð að kemur að orðinu pólitískt ofbeldi. Því að það eru svona alls konar tengsl sem þú getur haft við í rauninni að vera að gefa til kynna svona ótrúlega langsótt tengsl sem þú getur haft við manneskju sem trúir því að það að bylta amerísku ríkisstjórninni eins og tíma McCarthyismans og þannig það þannig í dag eins og Stephen Miller leggur þetta viðbröðin við Charlie Kirk morðinni þannig henni upp að það eigi að uppræta öll netverk sem að og það eiga þeir náttúrulega við einhvers konar woke vinstri hugmyndafræði og það náttúrulega þetta skilgreina það og mjög ég meina þeir eru að tala að fara hjóla í þessa stofnun sem að George Soros fjármagnar Ford Foundation líka og Ford Foundation líka og þú veist það er að fara í alls konar svona styrktarsamtök sem að hafa eða góðgerðarsamtök sem að hafa mikið fjármagn og að fjármagna sjónamið sem að eru Stephen Miller og félögum ekki hugnanleg. Þannig að og líklega bara til þess að efla valdreitt, öflugt, kvikt í vestrænt lýðræði að þá ítur undir alls konar Code Pink, ég veit ekki hvort þið vitið hvað það er svona fríðarhreyfing kvenna sem er núna eiginlega komin á lista hjá FBI sem hálfgerð hryðjuverkasamtök. Ég meina það er alveg garanterað að það peningurinn hefur örugglega flætt víða og farið í einhverjar áttir sem er hægt að benda á og segja að þetta er nú alveg ómögulegt og þessi samtök er ómöguleg vegna þess að þessi maður þarna í forsvari og svo framvegis 100% að það verði hægt að finna einhver tilvik þar sem að peningar frá Soros eða Ford Foundation hafi farið í einhver samtök sem hafa talað með ólýðræðislegum hætti við bara Það er óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að vera. Já, ég veit það. Ég má tala fyrir byltingu í Bandaríkjunum. Ég má bara ekki framkvæma byltingu. Já, ég veit það, en það er það sem ég er að segja. Það er óhjákvæmilegur fylgifiskur lýðræðisins og málfrelsisins og frelsisins að segja hluti sem eru óþægilegir og jafnvel byltingakenndir og það og þú átt ekki að stjórnvöld ekki að koma eftir þér. En það er hættan og það er það sem mann hríshugur við að öflin sem að eru inni í Trump-stjórninni núna eru hægri öfl af þeim toga sem að ég vil ekki kannast við sem eru svona borderline fasísk og sumir myndu segja fasísk en sem að eru tilbúin til þess að beita ríkisvaldinu af mjög mikilli hörku gegn borgurunum og við sjáum það bara að það er verið að hjóla í Comey núna og svo framvegis vandamál demókrata hins vegar er það að þau voru ekkert mikið skárri að mörgu leyti því að voru þarna saksóknara sem þurfa að sækja sér starfið í gegnum kosningar
eins og Fannie Williams og Letitia James sögðu bara við ætlum að dæma við ætlum að fá Trump dæmdan og hvers konar lýðræði samfélagi það þegar saksóknari fer fyrir kjósendur og segir ég ætla að taka hennar fyrirverandi forseta og ég ætla að fara með henni inn í dómsal og ég ætla að láta hann verða dæmdan þannig að sko út alla pólitíkin í Bandaríkjunum standa allir með sko heilu bjálkakofana í augunum og eru bendandi á flísarnar í augum annara. Þetta Russiagate var náttúrulega stórkostleg fáránleg svona óvissuferð. Já. Í vonum að geta sanna það að Hillary hafi ekki tapað á heiðarlegan hátt sem ég held að sé. Þetta náttúrulega líka hluti að þessari undantekningasjónarmiðinu að Trump hafi verið svona frávik frá og ekki í raun og veru tilheyrt pólitísku hefð Bandaríkjanna og þar af leiðandi ef þú bara losaði við hann með einhverjum lagaklækjum að þá geturðu losaði við það sem hann stendur fyrir og það held ég hafi ekki virkað og held ég hafi verið ekki verið rétt og það var náttúrulega mikið tala þetta sem hvað eiga demókratar að gera varðandi Trump og einn náttúrulega leiðin sem varð ofan á var náttúrulega að reyna bara að kæra hann komin fangilsi, frekar en að þróa einhvers konar nýtt pólitískt prógram til að sigra hann í kosningum og þetta var þetta alltaf og eða komið með frambjóðandi sem gæti unnið hann sko eins og hanga samt á Biden sko eins og náttúrulega eins og segir sko að eitt af þessum einkennir sko svona ef við hugsaum aðeins að þú vendist á söguna ef við hugsaum aðeins svona stóra sögulegar umbreytingar í Bandaríkjunum 20. öld, þá náttúrulega tengjum við það yfirleitt við Franklin Delano Roosevelt og The New Deal og svo Ronald Reagan og nýfrjálshyggju-byltinguna og í báðum tilvikum og þá unnu þeir alveg ótrúlega kosningasýra þeir bara FDR fekk 60% atkvæði eitthvað og næstu öll atkvæðin í kjörmannaráðinu og Ronald Reagan vann seinni kosningin hans var rosalega líka sko. Donald Trump mun aldrei vinna þannig kosningu hann vann stórsigur síðast sko bara með því að vinna aðeins hann fekk ekki 50% Nei, ég er að segja það hann fekk ekki en Trump mun aldrei vinna þannig sigur sko. En samt sem áður þetta snýst mat almennings á því hvað stór sigur og Trump bara að breyta því því hann alltaf að tala sinn sigur sem stórkostlega sigur en náttúrulega eitt af því punkturinn með þessu var sko að Trumpismi þrífst í því náttúrulega eins og þú minnst áðan það hefur engin trú lengur í lýðræði í Bandaríkjunum bara allar skoðanakannanir segja að almenningur hefur ekki kannski svona 20% bandarísk almenning sem telur að bandarísk lýðræði sé í góðum málum og ennþá færri telja að það sé eitthvað sem að heimurinn ætti að horfa til og ég meina, þú pælir hvernig var ástandið árið 1960 það var bara ég náttúrulega veit ekki en 90% bandaríkjumanna hefði fundist það að vera módelið fyrir heiminn sko. Og þetta náttúrulega talar inn í einhvers konar lýðræðiskrísu sem að einhvers konar grundvöllur fyrir þessu en þessi lýðræðiskrísa líka mörguleiti bara í á Vesturlöndum öllum að hluta til vegna, við vorum að sjá núna bara Reform Party með kom könnun núna í lok vikunar þar sem að Reform myndi vinna meirihluta á breska þinginu ef það verið kosið í dag þannig að ég sá allavega Farage vera að veifa einhverju slíkar könnun ég skal viðurkenna að ég fór ekki að skoða hver framkvæmdin var og hver gerði könnunina og svo framvegis en það hitt sem er alveg satt ég meina þú veist Farage þú veist og eins og þú veist AFP og AFD segi og og Le Pen og svo framvegis það svona það eru vonbrigði með kerfið og pólitíkin og lýðræðið allstaðar hérna vestræna heimi. Þetta var meðan hann sagt bæði af vinstri sinnanum Sólveigu og hægri mannum Guðlaugi Þór. En ef við horfum til lengri tíma yfir í Bandaríkjunum, þá erum við að horfa á svona niðurbrot eftirstríðsára samfélagsins. Við erum að horfa á niðurbrot verkalýðshreyfingarinnar sem eru mun valdaminni, skiptir engu máli í öllum nýjum atvinnugreinum, þótt hún hafi eitthvað svona tök í eldri atvinnugreinum. Við erum að horfa núna á svona niðurbrot sjálfstæðis háskóla og fjölmiðlarnir hafa gefið eftir.
stjórnmálakerfið er náttúrulega gerspillt og er bara fjármagnað af auðugasta fólkinu og leikvöldu þess. Þannig við erum að horfa á langan feril af svona niðurbroti samfélagsins. Minni áhersla á uppbyggingu svona affordable houses og alltaf svona tilraunina sem að voru á eftirstríðsárunum að minnka stéttamun og auka tækifæri lágstéttana til þess að eiga hlutdeild í þessum bölvaða ameríska draum og allt þetta. Þannig við erum að horfa á langt tímabil, það sem er svona niðurbrot. Þegar að við síðan komum að það sem að koma menn eins og Trump og sem að spila inn á þá sem að hafa bara mist trúnn á lýðræðinu og vilja bara kveikja í byggingunni, svona, ég tala ekki um þeim að hlusta og lesa eftir Steve Bannon sem er bara þannig stjórnmálamaður, hann vil bara kveiki í öllum kerfunum, ég vonum að verða eitthvað til betra og eftir. Þá heyrir maður ekki svo mikla umræðu að við eigum að byggja upp samfélagið okkar. Maður heyrir bara fyrst og fremst bara viðbröðu þessu að reyna að hemja Trump og eitthvað svona. Ég heyri fáa stjórnmálamenn tala að nú er bara komið tími og að við verðum að bara endurreisa samfélagið okkar. Heyrið það eitthvað? Ég heyri það ekki frá demókrötum eða ég heyri ekki sko gagnrýnin á Trump hljómar ekki þar með demókrötum verða að rífast hvort þeir eru svona verða líkari Trump. Það verða að tala að finna frambjóðendur sem eru svona tattúraðir og svona lít út fyrir að vera verkalýs eða kannski bát og skjóta endur eða eitthvað svona. John Fetterman kann frambjóðendur. Já, það er að leita því. Já. En ég heyri ekki þannig að svona alvöru pólitísk deila eða átök eða umræða bara grundvallaratriði samfélagsins. Nei, erum við ekki samt sko, ég er að velta fyrir mig sko hvort við séum komin of stutt inn í seinna kjörtímabil eða annað kjörtímabil eftir hvernig við lítum á þetta hjá Trump vegna þess að það er ennþá bara svona ólgandi reiði og svona þau eru að fara í gegnum sko, demókratar eru að fara í gegnum þessi stig afneitunar og sorgarinnar og svo framvegis þannig að núna er krafan á alla stjórnmálamenn á vinstrivengnum að vera meira eins og Trump. Gavin Newsom er að fá mikið fylgi og mikla athygli og mikinn stuðning við það að láta eins og Trump og tweetar eins og Trump og gerir svolítið grín á honum en og svona það virðist vera krafan miklu frekar heldur en sko núna en erum við ekki líka bara samt sko eins og sé fólk er ennþá bara í áfallastreituröskun af kosningunum og síðasta ári af því bara vegna þess að þau sko, ég held að demókratar hafi trúað í allan tíman að Trump gæti ekki unnið og þau myndu vinna. Þú veist, það var auðvitað sko, alls konar áhrifafólk sko, sem að galt varhug við því að Biden færi aftur og var skeptist á Kamala Harris og þessi útgáfa bókarinnar sem að við erum að fara að sjá svona ofan í aðeins sko, eins og einhver ég held að vera Nate Silver sem að skrifaði sko að hún heitir 107 dagar sko það sem var tíminn sem kosningabaráttan hennar var kosningabaráttan hennar hefði mátt vera 701 dagur sko hún hefði samt ekki unnið þannig að sko þú veist eins og sé ég held að demókratar séu ennþá bara og almenningur sem er svona á miðjunni sé ennþá bara í pínu sjokki og vonandi förum við í það að tala upp sko, hvernig við getum undið ofan að þessu frekar heldur en að, sko, að við séum bara með heldur en að sko, umræðin snúist bara endalaust einhverja mjög mjög veika einstaklinga sem að sko, fara eitthvað stöður upp í einhver hús eða upp á einhver hús og með riffla vegna þess að það er það sem er að gerast núna aftur og aftur. Ég meina það var núna bara í vikunni þar sem að sko, var maður sem að skauta á æsbyggingu og þú veist ég held að þetta sé líka afleiðing sko allra þessara skotleikja sem að sko heilu kynslóðin eru búin að spila í aldarfjórðung sko að við erum búin að vera þjálfu upp sko leyniskyttur í tölvuleikjum það er bara þú veist það er bara þannig og í þeim aðferðum sem það er kunna sko. Ég held sko demókrataflokkurinn er náttúrulega í svo djúpstæðri krísu að maður er bara hreinlega óttast að hann verði aldrei aftur svona þessi kallað electoral force bara krísan risti svo djúpt og þú sér það bara núna í umræðinni sko bara það er engin demókrati sem skiptir máli í national umræðu Bandaríkjunum lengur nema mögulega Zohran Mandami og það varst að vísa dæmi hver er að byggja upp kannski Zohran Mandami það er eitthvað sem hann hefur honum er tekist að
byggja upp svona plattform þó að sé ekki ljóst hvort það sé að það sé kallað skalan upp á landsvísu en þá virðist hann virka vel í En hann talar bara grundvallaratriði svona affordable city, það sé bara hægt fyrir venjulegt fólk að lifa í New York. Já, en á samanskapið líka að hann tekur ekki undir samt neitt af því sem að Trump segir. Hann fer ekki með í ferðina eins og margir að gera. Og líka bara hans verandi múslimi og barni innflytjenda og svona, að þá hann eiginlega tákmynd að vera ekki það sem að Trump að segja að vandamálið í okkar samfélagi séu innflytjendur. En það náttúrulega verður áhugavert að sjá hvernig demókratar þeir geta komist út úr þessu og náttúrulega verða kosningar á næsta ári til þingsins sem verður forvitnilegt að fylgjast með. En en svo strategi að fara alltaf með sentristan, saman hvort það Hillary, Biden eða Kamala, hefur virkað sjaldnar en hún hefur mistekist. Og það spurning hvort það þurfi ekki að fara að róa aðeins á henni mið og demókratar verði að átta sig á því að þeir þurfi að róa aðeins henni mið. Það virðist vera eins og þeir ætla að sigla bara að þeir sé að fara að sækja kostingasigur sem að Trump muni færa þeim og óvins að Trump muni gefa kostingasigur. Þess vegna ætla þau ekki að gera neitt. Þannig að þar alveg verður eiginlega engin pólitík í Bandaríkjunum nema svo pólitík sem að Trump býr til. Já, ef að demókratar ætla að vinna næstu forsetakosningar þá verða þeir að vera með frambjóðanda sem að hefur vott af sjarma. Það gæti orðið einhver svona sentristi þó að Gavin Newsom sé frá Kaliforníu og pólitíkusar frá Kaliforníu alltaf litið á það sem mjög vinstri þá hann meira á miðjunni heldur en kannski AOC. Hann hefur sjarma, AOC hefur sjarma. Josh Shapiro sem var það næstum því varaforsetaefni, ríkisstjóri í Pennsylvania, hann góður ræðumaður og hefur sjarma en ég ekki viss hann komist í gegnum prófkjör í demókrataflokknum vegna þess að hann gyðingur og hefur og lýsti stuðningi við Ísrael eftir 7. október þó hann hafi bakkað með og breytt aðeins svona tóninum hvað var það sem síðar gerðist. Þannig að og það eina ástæðan fyrir því að Kamala gat ekki hugsað sér að velja hann eða treysti sér ekki til þess að velja hann vegna þess að hún vegna þess að hann gyðingur. Það eru alveg frambjóðendur þarna sem eru áhugaverðir. Við munum sjá það koma fram á næsta ári en það rétt krísan sem að demókrataflokkurinn í. Það fáir óvinsælli heldur Trump nema vera skildir demókrataflokkurinn. En þetta líka eina spurning við þurfum að tala framtíð amerísks lýðræðis að ef að til dæmis demókrataflokkurinn ætlar að fara þá leið sem við farið hingað til að þá þurfa þeir bara að vinna tilbaka alla þeir fara með sambærilegan kandidat og Kamala Harris eða Biden eða Hillary þá þurfa þeir að byrja því að vinna tilbaka alla corporate America sem Trump búin að alla kapitalistana sem Trump búin að ná til sín, þar með Silicon Valley auðvöruna og allt það þýðir náttúrulega hins vegar að elta og samanskapið ekki bara þá heldur líka það sem við kallaði Suburban Housewives og þessar svona hægri miðju fólk sem ekki alveg í einhverju annarkoru kampinu og það þýðir alltaf sama strategíun alltaf áður að ná í að tala til kapitalistina, tala til þeirra og í rauninni fylgja rammanum eins og Trump hefur farið með hann. Þeir fara inn í ramman hans og fara lengra þangað. Þannig að ef við erum að tala bandarískt lýðræði þá það heldur ekki gott fyrir bandarískt lýðræði því þá það sem þú talað að svona pólitískt fyrirkomulega sé breytt hvað sem það New Deal eða nýfrjálshyggjan þegar báðir flokkarnir hafa tekið upp Nixon var New Dealari þó hann hefur verið republikani og samanskapið Clinton var nýfrjálshyggjumaður þó hann hefur verið demokrati þegar að demokratar eru komnir hann gerði meiri skaða heldur en Reagan raunverulega með afregluvæðingu Wall Street sem hann kallaði nútímavæðingu það var svo mikill frjálshyggjumaður að ef að demokratar þurfa að finna ekki bara nýja frambjóðun þetta er líka nýja strategi til að vinna það er að vera ekki eins og Starmer í Bretlandi í dag að vera bara meira pró establishmentið en Trump hefur orðið establishmenti þeim skilningi að ná Silicon Valley, ná tækni auðvörunum og öllum þessum til sín og ef þið fara að gera það, þið fara að undirbjóða Trump í því hvert leiði það þá demókrataflokki Já, en við sjáum alltaf á svona þessu 8 ára fresti eða þú veist í öllum kosningum þá verður alltaf einhver svona pendulum breyting
Það að segja að það var minni breyting með sko frá Bush eldri og Reagan yfir í Clinton á mörguleiti, en síðan sko vegna svona vandamála Clinton í með buxnaklaufina að þá og ýmis önnur vandamál í kringum svona, það var komið svona einhver svona, þú veist, ára á demókratana að þeir væru of góði með sig, að þá var pendulumsveiflun sko í Bush meira að hann ætti að vera compassionate conservative, munið eftir því hann kallaði það, og það er talað fjölskyldugildin og svo framvegis, engin skilin eftir og svo framvegis, og það var svona, það var ákveðið svona að vera verið íta á móti að mörguleiti sko ákveðinu frálsíkjusjónarmiðum þar. Síðan kemur Obama, algjör breyting á því að hvernig hlutirnir átt að vera, og þar var Obama ætlaði að breyta stjórnmálunum. Hann ætlaði að breyta Washington og hann ætlaði að gera allar þessar breytingar. Hans framboð var á því að sko gera mikla breytingar. Bush, og síðan Trump aftur algjör pendulumsveifla fyrir gagnvart sko stjórnartíð Obama, þannig að þess vegna held ég að við munum sjá einhvern sko sem að talar meira sko, ég held að verði ekki sko svona hefðbundin vinstrimaður, hefðbundin demokrati ala, þú veist, Clinton og Gore og 10. áratugurinn, heldur verði meira að tala eins og kannski Mandami eða AOC og svo framvegis, en það sem verður áhugavert að sjá hvernig það ætla að takla sko útlendingamál eða immigration. Þannig að munuðu elta Trump og republikana þar í að vera, þú veist, sína hörku. Eins og flokkar í Evrópu hafa gert og hefur ekki reynst þeim vel. Það er þetta að horfa á sósíaldemókrataflokkana sem hafa tekið upp útlendingastefnu nýja hægrisis að þessi flokkar ekki að stækka. Það er alltaf verið að vísa í Mette Frederiksen, en hún hefur eiginlega búin að halda flokknum í lægsta fylgi sínu í sögunni. Þannig hún hefur aldrei unnið neitt, hún hefur haldið völdum, en hún hefur ekki aukið fylgi. Þannig að það er eitt. En þegar að tala vinstri sinnað framboð, á bandaríska mælikvarða, hefði Sanders getað lagt Trump í fastakostingum? Voru það mistök hjá demókratum að halda aftur á honum og senda Biden eða Hillary? 2016? Ég held að Sanders hefði mögulega getað unnið, að það er ekkert víst. 2016, já. Það er svo margar breytur sem að sko, sem að þú ætti að skoða. Hann er ekki of róttækur fyrir Bandaríkin, hann getur unnið. Nei, sko, hann talaði inn í hópinn sem að sko var, sem breytti kosningunni fyrir Trump. Hann talaði inn í riðbeltið, Óánægju millistéttarinnar. Já, og það sem að sko fór einna verst við með Hillary var þessi spillingarásökun sem í raun og veru og sko hrópið lock her up byrjaði sko hjá Sanders stuðningsmönnum sko. Þannig að sko ég held að sko það hefði verið erfiðara fyrir Trump að vinna þennan nauma sigur sem hann vann gegn Sanders að mörguleiti, en þær hefði bara farið aðra leið þá. Við getum ekki tekið sko kosningabaráttu Donald Trump og sagt Ég er eiginlega að spyrja hvort að Sanders og félagar séu of róttækir til þess að ná að sigra forsetakosningar í Bandaríkjunum. Sko, náttúrulega það var ekki til verið frambjóðandinn Hillary Clinton. Þannig að hann hefði alltaf verið upgrade á það sko. Og það sem eitt af því sem byltingakenda sem Sanders hefur gert hann, það hefur mainstream og orðið sósíalismi í bandarískri umræðu sem var einfaldlega ekki til staðar. Og það er ákveðið afrekið sjálfur sér og hefur en þú veist Það er eiginlega verra að vera kallað frjálslyndur heldur en sósíalisti núna sko í Bandaríkjunum. Það er rétt. En þú veist, þú veist, innan við helmingu Bandaríkjamanna kjósa, það er svo lítil kosningaþátttaka að það er náttúrulega hægt að breyta allri niðurstöðu með einhvers konar öflugri kosningabaráttu sem virkjar nýja þáttakendur frekar en að flippa öðrum sko. Auðvitað hefði verið hægt. En svo horfum við á til 2020, forvalsins þegar Biden að þá, þú veist, ég meina establishmenti í demokrataflokknum var gegn Sanders og beitti sér á ólögum og hátt gegn honum og allt það, en hann náði samt ekki að mobilisera einhvers konar grassrót í forvalunum.
sem var ákveðið hérna Nei, mómentið með honum var samt farið, sko. En 2016 var náttúrulega árið, sko, og hver veit, það náttúrulega við getum ekki vita það. En það náttúrulega, það bara svo fáið, það alltaf þessi kosningamöguleiki að virkja 10% í viðbót og þá hérna... En svo tölum við núna svona blæ í kosningabaráttu og það svo Obama, hann hérna boðaði breytingar og yes we can og ég veit ekki hvað og hvað. Vonina líka. En Cornel West sem að mátti segja þetta hann sagði að Obama snýr okkur kjósendum í kosningabaráttunum og seldi okkur von. En þegar hann var búinn að ná kjöri þá snýra sér að sínu raunverulega kjördæmi sem Wall Street og þjónaði því. Þannig alveg sama þótt að þessi frambjóður sig að selja von og hvað fleira, þá bara pólitíkin í Bandaríkjunum og valdakerfi í Bandaríkjunum þannig að forsetinn hann alltaf þjóna ráðandi stéttum. Þannig að til þess að ná einhverjum breytingum fyrir alþýðu manna í samfélagi þá þarf þetta að hafa öfluga verkalýðshreyfingu og þetta hafa einhverja fótfestu almennings í stjórnmálakerfinu sem að sáralegu leyti í Bandaríkjunum. En þú nærið ekki þessari breytingu á 4 árum með einum forseta og ég held að ég ekki eins og vissum að það sé æskilegt. Við tölum núna hvernig Trump að beita sér til þess að koma sínum sjónarmiðum og sinni stefnu á framfæri og gerir það örugglega með þeim hætti að menn munu setja alvarlega spurningamerki við það hversu lögmætar sumar af ákvörðunum hans og aðgerðum hafa verið. Ég held að þetta pínu varnaraðan fyrir kerfið og ekki endilega Wall Street en bara svona fyrir við viljum að lýðræðið og við viljum að þjóðfélagsbreytingar séu seigfljótandi vegna þess að í byltingum brotna ekki bara egg heldur líka líf þannig að við erum í byltingu núna. Það er það sem ég held ég meina, en viljum við snúa blaðinu við og segja að nú þurfum við byltingu frá vinstri armi demokrataflokksins til þess að jafna út eða er betra að við förum aftur inn í svona seigfljótandi kerfi þar sem að Wall Street græðir en Wall Street mun alltaf græða nema þú brennir Wall Street en það kostar helvíti mikið. Það stjórnvöld eru samt kosin til þess að búa til ramma í samfélaginu sem ræður því að miklu leyti hversu stór hluti af framleiðslu landsins rennur sem hagnaður inn í Wall Street. Og því ég meina í Bandaríkjunum stjórnmálum bara endalaust deila milli Wall Street og Main Street og þannig að þetta bara raunveruleg pólitísk deila í Bandaríkjunum. En svo náttúrulega líka skiptir stjórnmál gerast augljóslega ekki í einangrun. Þau eiga sér félagslega skírskotun á hverjum tíma og nú eru náttúrulega eins og þú varst að segja með niður broti verkalýðshreyfingar undanfarin 40 ár og þetta er ekki bara þar heldur líka víðar fjölmiðlar og hefðbundina stjórnmálaflokka og allt þetta sem við þekkjum að það náttúrulega er mjög lítið félagslegt mótvægi við þessar stóru auðjöfra sem að og náttúrulega ójöfnir í Bandaríkjunum eru ólýsanlegur fjárvaldi sem þetta fólk hefur yfir að ráða er náttúrulega ólýsanlegt og þetta fólk styður allt Trump. Það er inn í Trump bandalaginu eða langt flestir og og þess vegna er náttúrulega stóru spurningin núna er náttúrulega ekki síst ekki bara Trump einn getur ekki framkvæmt þessa byltingu, hann einn og sér hann er augljóslega ekki lýðræðislega sinnaður maður. Við vitum alveg að hún langar til þess að breyta Bandaríkjunum í eitthvað allt annað. Hvort hún teksta veldur náttúrulega á fólkinu sem er með honum. Og fólki sem er með honum er annars vegar kapitalistarnir og hins vegar... Sem að gefa ekki mikið fyrir lýðræðið. Já, svo verðist ekki vera. Þeir allavega hafa önnur forgangsatri. Sumir þeirra. Annars ekki allir Elon Musk, en þeir eru ansi margir sem eru komnir ekki í langt tíð. Það eru þetta margir að kissa hringinn. Það er líka þannig. Nákvæmlega. Og svo náttúrulega er hinangin, og það náttúrulega er þessi íhaldssama makarhreyfing. Og hvað mun hún sætta sig við? Ég meina, íhaldsmenn hafa byggt sína öflugu lagarhreyfingu og félagshreyfingu frá 1970 á frelsissjónarmiðum á borði málfrelsi og annað slíkt og bókstafstúlkun stjórnarskrárinnar og auðvitað er hluti af því strategíst en mjög margir sem trúa á það og hversu auðveldlega getur sú hreyfing flippað frá því yfir í að styðja Trump í þessu og munið þau gera það. Það er náttúrulega önnur spurning og já, hvernig fólki sem, og svo vitum við það náttúrulega að það er fólki kringu Trump í nánasta hring sem er beinlínis og það er eitt af þessum greini held í Trump frá öðrum fórsetum sem hafa
beiglað og komist nálægt í að brjóta svona þetta kerfi, þar meðal McCarthy-tímanum og Bush-tímanum, að fólki í kringum Trump, það beinlínis að móti lýðræðiskerfi. Það þolir ekki þingið. Það bara vill ekki hafa þing. Það vill bara hafa einhvers konar einráð. Bókstaflega. Hann náttúrulega stýrir þannig sem náttúrulega eitt hluti af þessu. Hann bara stýrir með tilskipun. Og það með sín annars konar heim sem byggir ekki á þessari borgaralegu trú í tengslu við þessi grundvallar skjöl Bandaríkjanna þegar 250 ára bylting amerísku byltingar næsta ári. Hvenær vísar Trump í amerísku byltinguna eða í stjórnarskrána eða sjálfstæðisyfirlýsinguna? Aldrei. Hann ekki inni í þessari borgaralegu hefð og deilir ekki þeirri svona sín á og aftur fólk hafði ólíka sínar á bara vildi ekki hafa áhrif fólksins alltaf í kerfinu og eitthvað svona og fólk var mjög lýðræðislegt og eitthvað svona en það deildi samt eitthvað svona borgaralegri sín þessi svona leiðtogar begge flokka held ég hingað til. En Trump náttúrulega komið aldrei vel út fyrir það. Hann ekki þar. Já, þess vegna þetta svo áhugavert að horfa á hvernig svona samtök eins og Federalist Rights Society og Heritage Foundation að takast á við vegna þess að það hafi verið samtök sem hafi verið mjög svona holl og trú stjórnarskránni og viðaukumennar að hvernig þau takast á við þessa orðræðu og svona þessa hreyfingu. Við sjáum það samt sem að líka það svona menn taka þess að móti þegar að Kimmel var rekinn að þá steig Ted Cruz fram af öllum mönnum. Við sjáum líka að Marjorie Taylor Greene sem var náttúrulega kosin þegar hann var kosin þá var hann trúður en núna bara áhrifamannska í bandarísku þjóðfélagi sem náttúrulega ótrúlegt en hún hlýðir ekki Trump. Hún talar ennþá Epstein-skjölin og svo framvegis þannig að það líka það eru líka brestir í magarhefingunni og þessari fylkingu og líka kannski Ísrael af því það hefur komið fram gagnrýni innan úr MAGA á stefnu Trump. Ég sé ekki betur en að hann bara sé að vinna þetta allt saman. Þetta einhverjir svona sem að segja eitthvað og það lítur út eins og sé svona deila í þessu en ég sé ekki hann taka neitt til þess og mér finnst að þeir sem að andmælunum eru svona hægt og bítandi að fljóta frá því að vera svona stáhrifamenn yfir því að vera einhverju jaðarmenn. Já, það rétt að mörgu leyti, ég meina, en ég held að Ted Cruz heldur samt sem á sætinu sínu næstu 4 árin, Rand Paul heldur áfram að vera senator fyrir Kentucky, honum ekki ógnað, þó að Trump sé með einhver læti. Og Tucker Carlson heldur út í sínu programmi. Já. Fjármagna Rússlandi stundum, en ok. Þannig, en virðist vera. Það eru þarna, stóra spurningin bara hvað gerist eftir, hvað gerist í nóvember 26 og hvað gerist í nóvember 28. En það segja strákar, það veit það enginn. Nei, ég veit það. Sönn saga. Þannig að við ætlum ekki að reyna að gíska á það, en takk fyrir að koma hingað og spjalla þetta sem við náttúrulega ræðum mikið og ég held að fólk mjög víða að velta fyrir sig hverju þróun Bandaríkjanna. Mín er á ég vera á fyrri vaktinni, seinni vaktinni næstu helgi eða? Það krísa verið þá. Sveinn og Friðjón, kæra þakkir, en við ætlum að hafa örstuð hlé núna og við svo komum við bræður hérna og ljúkum þættinum. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.